formaður landsfundar, forseti, góðir landsfundarfulltrúar, kæru vinir. Þið sem voru hér á næstsíðasta landsfundi heyrðuð mig segja seinast orða að nú færi ég út af sviðinu í orðsins fyllstu merkingu. Ekki myndi ég erfa það, þótt einhver hafi orðið örlítið feginn að fá vissu fyrir því að nær 15 ára formannsferli væri loksins lokið. Þeim sama er þá sjálfsagt og ó þegar hann sér hver er komin í pontuna aftur. En þið vitið hverjum það er að kenna. En nú kem ég, kæri vinir, sem óbreyttur landsfundarfulltrúi, en það virðingar heiti bar ég í næstum 20 ár áður en ég varð formaður Sjálfstæðisflokksins. Einar Oddur Kristjánsson sagði mér þá sögu eitt sinn að þá hafi skólinn á Flateyri verið að setja upp jólasöguna fæðingu frelsarans og þá hafi 7 ára þura leiksins sagt að María hefði alið son sinn í jötu af því að ekki var rúm fyrir þau í frystihúsinu. Það var frekar fátt hótel á Flateyri, sagði Einar Oddur. Mér finnst reyndar að hinn endirinn á Nýja testamentinu eiga betur við mínar aðstæður þó örlítið breytt. Þegar þeir þrjótar krossfestu ljúflinginn Krist, þá höfðu þeir 2 óbótamenn honum til hvorrar handar á krossum. En þegar verklausa minnihlutastjórnin hengdi þrjótinn Davíð, þá létu þeir sig hafa það að hengja 2 strang, heiðarlega og vandaða heiðursmenn manninum sem þeir þóttust eiga grátt að gjalda svona til samlætis. Sú lágkúrulega aðgerð var gerð til að hið pólitíska hefndaræði yrði ekki eins áberandi. Allt var þetta ömurleg lögleysa og til vitnis hve lýðræðis þroski þessa fólks er lítill þegar þeir notfærðu sér þá upplausn sem orðin var í landinu til að þverbrjóta allar reglur, jafnt skráðar sem óskráðar. Svo bitu þeir höfuðið af sinni skömm og réðu lausamann úr norska verkamannaflokknum sem ekki nokkur maður hefði heyrt minnst á, ekki einu sinni Google sem þekkir þó marga. Og gerðu þennan norska mann að seðlabankastjóra yfir íslenskum banka. Þannig hefur engin þroskuð þjóð alla veröld hagað sér. Mikið leikrit var til í handriti þegar þessi furðulegi gjörningur var tilkynntur og íslenskir fjölmiðlar supu spunan ákaft eins og kornabörn af pela, ekki bara baugsliðið, heldur allur heili söfnuðurinn. Í óðagotinu braut offorslið stjórnarskrána og ég heyrði einn af stjórnmálafræðingum Samfylkingarinnar sem háskólinn skaffar fréttamönnum á færibandi og alltaf eru svo fyrirsjáanlegir í umsögnum sínum, segjast vonast til að enginn færi nú að hengja sig í formsatriði
eins og stjórnarskrána til að gera lítið úr þessari snilld. Og það mega fjölmiðlarnir eiga að þeir tóku þessum tilmælum fljótt og vel. Útrásar víkingarnir sem settu Ísland á hliðina áttu sameiginlega eina ósk, sameiginlega bara eina ósk. Hún var sú að koma Davíð Oddssyni úr Seðlabankanum. Þessa ósk flýtti vinstristjórnin sér að uppfylla, væntanlega í þakklætisskyni við víkingana fyrir vel unnin störf í þjóðarþágu. Og fyrst þetta forgangsmál ríkisstjórnarinnar og útrásar víkinga farsællega í höfn, eru síðustu dagar þingsins notaðir til að ræða nektarsýningar á skemmtistöðum. Auðvitað á ég að vera þakklátur fyrir það að ríkisstjórnin hafi ekki sameinað þessi tvö mikilvægustu mál sín. Því ef þeir hefðu sameinað þessi tvö mikilvægustu mál sín, þá gætu þeir falið mér, þar sem ég nú á vinnu, að sjá framvegis þær nektarskynningar sem fram þurfa að fara á Íslandi. Við höfum, kæru vinir og félagar, síðustu 12-14 vikurnar verið á viðkvæmasta stað á vaðinu sem við verðum að fikra okkur eftir í þeim ógnarstraumi sem við þurfum að fara í gegnum. Við þær aðstæður hefur öllu skipt að misstíga sig ekki. Og það var einmitt á því augnabliki sem íslenska fjármálaeftirlitið var sprengt í loft upp af því að viðskiptaráðherra Samfylkingarinnar fór á taugum eina svefnlausa nóttina og hefur verið forstjóralaust í þessari mikilvægu stofnun síðan á allra óheppilegasta tíma í síðari tíma sögu. Þá var allur fyrsti mánuður þessara verklausu minnihlutastjórnar notaður til aðfarar að sjálfstæði Seðlabanka landsins og flokkssystkini ráðherranna í Noregi beðin að senda hingað með hraði einn úr sínum röðum og þá helst mann sem þau mættu missa. Og svo spásséraði Jens Stoltenberg íslenska Seðlabankann eins og hann ættan og það ein ósmekklegasta uppákoma af hálfu erlends fyrirmanns sem sést hefur hér á landi. Það ekkert við manninn sem var settur í Seðlabankann að sakast, þótt hann sé ókunnugur öllu sem hér hefur verið að gerast. Það var þó ekki traustvekjandi þegar hinn erlendi bankastjóri íslenska Seðlabankans var á fyrsta blaðamannafundi sínum spurður hvenær við hann hefði verið rætt að taka að sér starfið og þá sagðist hann ekki muna það. Þetta var sérkennilegt og mjög alvarlegt svar. Annaðhvort hefur maðurinn Alzheimer á mjög alvarlegu stigi eða hann sagði blygðunarlaust ósatt þegar hann fékk fyrsta tækifæri til að tala við Íslendinga. Við skulum hans vegna vona að þetta sé Alzheimerinn. Því þá gleymir hann vonandi fljótt þessari undarlegu óláns uppákomu sem verklausa minnihlutastjórnin sett hann í.